Komið sæl, það var róleg svona norðlæg átt á landinu, víða létt skýjassunnan og vestanlands og fallegt veður. Sjáum að langt á milli þrýstilína hér hádegisleitið. Það önnur leið núna sem að nálgast, kemur hér, er austra hvarfi núna og er á leiðinni austur á bóginn. Kemur hér með úrkomusvæðin á land í fyrramálið og fyrir að rigna þar og hvessir. Síðan þræðir landið og fer hér austur af landinu og með norðanátt þá á fimmtudaginn og sjáum hér það er hérna önnur leið sem fylgir henni sem eru gamlar leifar af fellibyl en hún ætlar ekki að blanda sér neitt sérstaklega mikið í málin þannig að það sem betur fer annars hefði nú verið mun dýpri leið vantilega. En sjáum á hitasviðinu það svalt loft yfir landinu það var vægt frost svona í uppsveitum Suðurlands síðastliðna nótt en það verður áfram svalt loft yfir landinu og fá nú ekkert almennileg hlýindi með þessari lægð og það má reikna með að verði áfram líkur á vægu næturfrosti og þá verður það kannski núna mest á í innsveitum núna í nótt en í kvöld þá sjáum við að það svona víða létt yfir vestan til á landinu svona búið að vera þungbúið og einhverju lítið sátt að væta hér norðaustan til og einhverju síðdiskúrir hér á Suðausturlandi en í nótt þá verður vindur vaxandi hér sunnan til vaxandi austanátt verður komið strekkingsvindur og rigning hér sunnanlands í fyrramálið en sem það gæti létt til í nótt hér í innsveitum Norðurlands og þar í landi eru og lægir einnig þannig að það eru svona einhverja líkur á næturfrosti þar. En það verður sem sagt ágætis veður norðan til á landinu, einhver lítið sátt að væta hér á norðausturhorninu en annars þurft að kalla norðan til á landinu en komin svona talsverð úrkoma syðst. Og síðan þegar líður á daginn þá eykst úrkoman og síðan bætist við hér vindaviðvörun sem að gildir þá á Suðausturlandi svona frá Eyjafjöllum og í Mýrdalnum og austur í Öræfum. Annars staðar nú skaplegra veður en það verður nú lengst af rigning hér á suðvestur hluta landsins, einnig hér á norðaustur hlutanum, það svona minnst á norðvestan til á landinu, gæti svona framan að vera sameiginlega bjart þar, en annars komin hér allhvass vindur hér þessar slóðir hér syðst á landinu og nokkuð svona kvíðótt við fjöll þannig að það þarf að fara varlega á bílum sem eru viðkvæmir fyrir vindi en annað kvöld þá ætti þessi viðvörun að detta út og svona ástandi lagast smá saman þannig að það styttur upp smá saman en síðan verður komin alveg hrein norðanátt á fimmtudaginn og sjáum að þétt á milli þrýstilína þannig að hún verður nokkuð stíf og má reikna með að verði kvíðótt svona hlémiðin fjalla sunnan lands en talsverð úrkoma á norður- og austurlandi en ætti nú haldast þurr hér syðst á landinu. Hitinn svona upp í 15 gráður allra syðst en annars nokkuð svalt fyrir norðan. Þetta verður upp á teiningnum í rauninni hjá okkur á föstudag einnig og eiginlega bara út vikuna. Talsverð úrkoma norðan til og kalt í veðri en svona skýjaði yfir leitt sunnan til og úrkomu lítið. Hitinn rétt að skríða við 10 gráðurnar hér syðst á landinu og síðan á laugardaginn svona aðeins gliðnar á milli þrýstilína þannig að það svona dregur úr veðurhæðinni eitthvað en það verður samt sem áður svona stinningskaldi víða og áfram svona úrkoman ekkert að gefa neitt sérstaklega mikið eftir hér á norður- og austurlandi en þurft að kalla eins og áður sunnan til á landinu. En skoðum svo Evrópuveðrið þá er svona hæðarhryggur hér yfir með Evrópu í Frakklandi myndast einhverju skúrir hér í suðaustur hluta Spánar síðan aðalega þessi skúrir hér í Balkanskaganum í Ítalíu og svo austast í álfunni eins og verið hefur hér hámarkshitatölur morgundagsins og svona frekar svalt og hvasst og blautt norðan til og Bretlandseyjum, hæð ríkjandi hér í Vötnum miklu, ágætis veður víða og bjart
myndast skúrir í Klettafjöllunum og einnig hér í Flórída. Þetta þá síðasta kortið Hamasíta-tölur fyrir Norður-Ameríku. Látum þetta gott heita. Verið sæl.